Líkur á hryðjuverkum hér á landi fara vaxandi að mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Í nýrri skýrslu kemur fram að auknar rannsóknarheimildir þurfi til að bregðast við þessari vaxandi ógn. Jafnframt kemur fram að hér búi einstaklingar sem séu líklegir til að fremja voðaverk og hafi bæði getu og vilja til að gera slíkt. Við ræðum nú við Ásgeir Karlsson, yfirmann greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Hann er sestur hjá Sigmari. Vertu velkomin í Kastljós. Takk fyrir. Þeir eru að breyta hættu matinu, það er nú í meðalagi. Getur þú gefið okkur svona skilgreiningun á því? Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir í raun það að við getum ekki útilokað að hér verði framið hryðjuverk. Bæði vegna ástandsins hér innanlands og eins því sem er að gerast í nágrannalöndunum. Við vitum og höfum fylgst með því hvað er að gerast í nágrannalöndunum, en hvað er það hér innanlands sem að þið eru þá helst að skoða? Það er bara þær vísbendingar sem við höfum. Við þekkjum það að hér eru einstaklingar sem að hafa bæði getu og vilja til þess að fremja hérna voðaverk. Við höfum upplýsingar að Ísland hafi verið notað sem svo kallað gegnumstreymisland af erlendum vígamönnum. Þetta og ástandi í heiminum er þess valdandi við ákveðum að hækka hættustigið. Já. Svo við tökum þetta lið fyrir lið, þetta með að hér búi einstaklingar sem hafi getu og vilja til þess að fremja voðaverk. Getur þú útskýrt þetta nánar? Hvað hafið þið fyrir ykkur í þessu og hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta fyrir okkur hinn sem að löpum hér göturnar og höldum okkur býsna örugg? Já, sko það er náttúrulega vitamála að það er fólk sem að er kannski andlega veikt og er með rangkvæmyndir. Svo eins eru einstaklingar sem hafa bara eru þannig þengjandi, bara þeirra skoðanir eru þannig að þeir eru tilbúin til þess að fremja svona voðaverk. Fyrir svona hinn almenna borgara þýðir þetta kannski ekki mikið en hins vegar hefur lögreglan áhyggjur af þessu og þess vegna sér hún ástæða til þess að hækka hættustigið sem þýðir í raun ekki mikið fyrir almenning, heldur er þetta svona kannski frekar inn á við fyrir lögregluna að auka viðbúnaði hjá okkur, auka þjálfun og vera undirbúin ef eitthvað skyldi gerast. Já. Því að maður tryggir ekki eftir á. Nei. Eru þið þá, ég veit að þú getur ekki talað um einhver einstök dæmi hérna, en eru þið þá með ykkur bara nöfn hjá ykkur þar sem að þið vitið að tilteknir einstaklingar, nafngreindir í ykkar bókum, séu líklegir til þess að fremja voðaverk? Já. Það er það sem við erum að segja. Já. Er þetta stór hópur? Þetta er ekki mjög stór hópur sem betur fer. Nei. Þú nefndir hitt líka sem að að Ísland er það sem þið kallir gegnumstreymisland. Ef maður skilur það orð rétt þá þýðir þetta það að það gæti ykkur komið frá Norður-Ameríku hér í gegnum landið og farið til dæmis til Sýrlands og jafnvel tilbaka. Er þetta algengt? Þetta er ekki algengt en við vitum dæmi sem þetta hefur verið gert. Já. Svo eins og náttúrulega er möguleiki að við vitum alls ekkert þetta. Það getur verið meira heldur en við vitum Já. Það er líka ákveðin ógn í því að hafa ekki vitneskjuna. Óvissa er ógn líka. Og þess vegna kallið þið eftir forvirkum rannsóknarheimildum eins og sagt er. Já, það er meðal það sem við viljum að verði hugað að í þessu sambandi. Við viljum standa jafnfætis nágrannaþjóðum okkar eins og Norðurlöndunum í því að rannsaka svona mál og þetta er einn liður í því, þess vegna vekjum við athygli á þessu og viljum að huga verða þessu. Forvirkar rannsóknarheimildir, sumir myndum kannski segja að þetta væri mjög svona lýsandi hugtak en það hefur kannski stundum verið svolítið erfitt að átta sig á því nákvæmlega hvað í þessu felst. Getur þú útskýrt þetta nánar? Ef þið eru konum með forvirkar rannsóknarheimildir, hvað megi þá gera í dag sem þið máttu ekki gera í gær? Já, það gæti þýtt að þröskuldurinn fyrir því að hefja rannsókn verið lækkaður sem dæmi. Það er að segja, við grunum ekki viðkomandi ákveðið brot eða rökstuddur grunum tiltekið brot, heldur vitum við að hann hafi mögulega eitthvað slæmt í hyggju. Án þess að vita nákvæmlega hvað? Akkurat. Já. Og þá viljið þið heimildir til þess að, þá er þetta sambærilegar heimildir og þið höfðuð áður nema bara þið svona, það er búið að færa þröskuldin niðar. Já, það er svona eitt af þessum atriðum, en það er rétt að taka það fram að jafnvel þó að þessar heimildir verði veittar eða þetta verði fært í lög, þá þýðir það ekki að úrræðin breytist. Það er áfram verður að leita til dómara eftir símhlustunum og þess aftar. Já. Þannig að í raun er ekki verið að breyta svo miklu. Nei.
Núna kannski hljótið að skilja það að fólk kannski margir hverjir að minnsta kosti hrökkva svolítið í kút vegna þess að við erum að horfa upp á ástand og þróun í heiminum, sérstaklega vestur í Bandaríkjunum, þar sem eftir 11. september 2001 að þá eru heimildir opinberra aðila til þess að fylgjast með borgurunum auknar stórkostlega. 14-15 ára síðar erum við komin í þann veruleika að stofnarnir Bandaríkjanna eru að njósna um mig og þig, stela sýnkortum út í heimi til þess að njósna um mig og þig. Það er búið að útvíkka svolítið og heimildir opinberra aðila og fyrir vikið þrengja persónufrelsi einstaklinga. Hafið þið ekkert áhyggjur af þessu? Jú, auðvitað þarf að hafa áhyggjur allir svona, en við skulum ekki vera að horfa til Norður-Ameríku með þetta, horfa til frekar til Norðurlöndunum. Það er ekkert mörg ár síðan að hættustig á Norðurlöndum var lágt, en það hefur gjörbreyst á nokkrum árum. Og heimildir sem þar eru í gildi, það hefur ekkert áhrif á hinn almenna borgara og ég held að enginn hafi áhyggjur af því að lögreglan hafi þessi heimildir. Þannig að ég held að það nákvæmlega saman myndi gerast hér. Já. Skiljið þið samt ekki áhyggjur fólks af því að vegna þess að dæmin sannuðu þetta það er hægt að misnota allar þessar heimildir? Eðlilega. Það er hægt að ganga á langt? Eðlilega og sko ég, eins og þú myndi aldrei vilja búa í einhverju lögregluríki. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 að þetta sé gert þannig að þetta sé gegnsætt og opið þannig að allir viti út af hvað þetta gengur. Hvað mættu þið ganga til dæmis langt í upplýsingasöfnun einstaklinga sem að þið grunið að munu mögulega fremja einhvers konar rótaði þótt þið viti ekki hvert það verði? Við vorum bara að skoða hvert dæmi fyrir sig, sko. Það er ekki hægt að búa til eitthvað senur sem það er ekki til, en hins vegar náttúrulega í dag höfum við möguleika á að safna upplýsingum fólk sem að eru grunar rökstuddu grunumbrot og halda skrá þau brot. Já. Og það gerum við í dag. Já, það gerum við í dag. En svo við förum aðeins yfir í þennan heim sem að hefur opnast og stækkað svo mikið með tilkomu netsins. Þið eru aðeins að velta vöngum yfir því hvort að hér búi menn og hér séu menn sem að fylgist mikið með þessum áróðri sem að kemur til dæmis frá ISIS. Getið þið fylgst eitthvað með þessu? Vitið þið eitthvað um þetta? Sko, það streymir fólk frá nágrannalöndum til þess að berjast með þessum hryðjuverkasamtökum. Já, þetta er eitt af þessum atriðum sem við vekjum athygli á í skýrslunni, að með tilkomu netsins þá er engin landamæri í þessu. Áróði er dælt út á netið og þeir sem hafa áhuga að komast í samband við þá sem stunda þennan áróður, að það er alveg sama hvert þeir eru í heiminum, hvort þessi á Íslandi eða eitthvað annars staðar. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem við höfum ágjör af. Ég sá það bara í fréttum að það nýlega þá varandi þessa menn sem kom einn af þeim hefur verið að skoða síður og það sem hælisleitandi? Já, sko, já. Það sem er verið að hvetja til hryðjuverka og þess háttar. Og þetta er eitthvað sem veruleiki sem blasir við okkur. Já. Þá vaknar spurningin, sko, hvernig eigi þið að geta vita það hvort einhver einstaklingur sé að skoða svona síður og sé hættulegur öðruvísi heldur en að hafa kannski mjög ríkar og jafnvel frekar heimildir til þess að ganga á hans einkalíf? Já, þetta er svona þeir atriði sem þarf að huga að, hversu langt á að ganga. En það má aldrei gleyma því að þetta er gert í þeim tilgangi að tryggja öryggi almennings. Já. Umræðan þessar forvirku rannsóknarheimildir, hún er ekkert nýja nálinni hérna á Íslandi, hún dúkkar upp með reglulegu millibili. Aldrei hefur hún náði í gegn og þið hafið viljað ganga lengra heldur en alþingi eða stjórnmálamenn hafa viljað hleypa ykkur. Af hverju er það heldur? Ég meina þið hefur rætt þetta í tengslu við Hells Angels og þessi glæpasamtököld, nú er þetta komið yfir á hryðjuverkaógnina. Af hverju nær þetta aldrei í gegn? Já, ég get kannski ekki rétti maður til að svara því, en hins vegar er það lögboðið hlutverk lögreglunnar að koma í veg fyrir brot. Og við verðum auðvitað að vekja athygli á því að til þess að geta gert það, þá þarf heimildir og getu hjá lögreglu til þess að gera það. Já. Eitt af því sem þið nefnið það er að það þurfi eitthvað svona vettvang milli heilbrigðisyfirvalda, félagsmálayfirvalda og lögreglu til þess að bera saman bækur sínar. Hvers vegna? Já, við teljum þetta vera góða leið til þess að miðla upplýsingum mögulega hættulega einstaklinga sem hafa eitthvað illt í hyggju. Því að það er alveg ljóst að lögreglan ein og sér
mun aldrei koma í veg fyrir voðaverk. Það þarf, þetta samfélagslegt verkefni sem allir verða að taka þátt í. Já. Má ekki alveg segja að einmitt þennan vettvang hafi skort þegar maður féll fyrir hendi lögreglu í Hraunbænum, þar sem að eftir og að minnstakosti segja menn að það hef ekki verið rætt við geðlækna, það hef ekki verið rætt við sálfræðinga sem hefur getað gefið gleggri upplýsingar heldur en lögreglan bjó yfir á þeim tíma. Já, það er náttúrulega, í svona málum alltaf mjög auðvelt að vera vitur eftir á. En hins vegar með þessu erum við mitt að tala það, að það nauðsynlegt að svona leiðir séu opnar og tryggt að fólk sé að miðla upplýsingum hættulega einstaklinga. Já. Hvað eigið þið von á því að mun þessi skýrsla breyta einhverju? Mun hún, hvað maður að segja, mun stjórnmálamenn opna betur augun fyrir þessu af því að þeir hafa verið að reyna þetta aftur og aftur að fá þessar heimildir? Já, ég get náttúrulega ekki svara fyrir stjórnmálamenn en lögreglan náttúrulega heldur áfram að vekja athygli á því sem að hún telur að þurfa að vera til staðar til þess að við getum sinnt okkar hlutverki. Já. Ásgeir Karlsson, ég þakka þér kærlega fyrir að koma í Kastljós. Takk fyrir.